Andskotin. Þið sjáu hérna ég í tæknilegum örðuleikum. Verið kærlega velkomin í hlaðvarpið samt. Ég heiti Þórarinn Hjartarson, hanna komið Heyriði, afsakið þetta. Þetta voru tæknilegur örðuleikar og hérna prompterinn minn gaf upp á bátinn núna rétt áður en ég byrjaði að taka upp. Ég var búinn að prófa allt. Og hérna þannig mál með vexti að ég án prompter sem að ég vanur að vera með, þannig að ég mun lesa eitthvað upp á tölvunni, en verið kærlega velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag 15. júlí og ég þarf bara að rumpa þess af hendi svona án þess að lesa upp fyrir ykkur nokkuð, en ég nokkuð vel undirbúinn, þannig að ég hef ekki áhyggjur af þessu. En hérna, margt sem ég langar að ræða, það eins og ég segi, það svona ýmislegt í gangi. Inga Sæland segist núna alltaf að leggja fram samfélagsmiðlabann fyrir 15 ára og eldri, yngri segi ég, sem mér hugnast í rauninni mjög mikið. Ég tel að þetta sé heilvanlegt skref í rétta átt og ég vona að henni bara gangi vel að ná þessu í gegn. Ég veit ekki alveg hver ætti að vera á móti þessu. Þetta náttúrulega að gerast núna mjög víða. En ég ætla að ræða það núna eftir smá, en ég hef ákveðið að kalla þetta hlaðvarp bara Ein pæling. Allt efni sem ég mun gefa núna út heitir bara Ein pæling. Ég ætla að setja aðeins hérna pælingu dagsins aðeins á ís. Ég hef verið að kalla þetta pælingu dagsins þegar ég einn, en þannig mál með vextið að ég ætla að vera núna oftar live, vonandi ekki með þessum hnökrum sem að þið voruð að verða vitni af núna rétt í þessu. En ég hef svo sett ákveðið að kalla þetta bara Ein pæling út af því að núna ætla ég að vera meira live og ég ætla að vera oftar með viðmælendur live og ég ætla að vera núna alltaf á þessum tímum klukkan 1 á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum og ætla þá að gefa út þessa þætti og það svona, já, ég ætla bara að sjá aðeins hvernig það gengur að vera með viðmælendur og ekki viðmælendur. Ég hef náttúrulega nokkru sem verið með viðmælendur eða alltaf á föstudögum, en ég jafnvel að pæla í að gera það núna oftar og þar að leiðandi til einföldunar finnst mér bara eðlilegt að kalla þetta hlaðvarp Ein pæling. Og eins og segi, ég verð hérna mánudag, miðvikudag og föstudag, svona nánast undantekningarlaust. Það í einhverjum tilvikum sem ég þarf kannski að færa til, en þá mun ég vera hina dagana nema þegar ég að fara erlendis eða eitthvað þannig. Þó svo að ég muni líklega að taka í flest tilfellum bara búnaðinn með mér og verð þá live á þeirri staðsetningu sem að ég hverju sinni. En vindum okkur í þetta. Mér langar að tala hérna háskólanám og ég ræddi fyrir ekki svo löngu við Kolbeinn H. Stefánsson þar sem vorum að ræða það hvernig svona þróun félags- og hugvísinda hefði verið undanförnum árum í skólunum og það sem að mér finnst persónulega mjög mikilvægt að fólk sæki sér menntun. Mér finnst mjög mikilvægt að fólk sé að huga að því að fá sér menntun og reyna svona að bæta við sig á ýmsum sviðum, en hérna það sem að mér hefur þótt svolítið sérkennilegt einmitt þessi meðvirkni akademískra stofnana sem að byggist helst á því að náttúrulega eins og ég hef 100 sinnum rætt að réttrúnaðurinn tekur öll völd og það verður bara, já, ég veit ekki hvernig ég á að útskýra. Það verður einhvern veginn svona meðvirkni þar sem voru að svala þorsta ofstækisfólks og byggir á því að svona þeir von að ef að þú einhvern veginn gefur eftir að þá séu þau líklegri til þess að láta því í friði sem að eins og hefur núna sést mjög oft ekki raunin. Einn sem segir hérna maður að vinna og svo kemur maður bara live. Já, ég nefnilega veit að hérna, þetta ekkert kannski heppilegast tími, en ég eftir á móti jafnvel þegar maður að vinna svona í flestu tilvikum, að þá hérna hlusta maður oft á hádegisfréttir þegar maður að vinna. Og ég hugsa bara, þú veist, mér finnst dauður tími ef maður kannski að vinna í einhverju sem hefur að gera með, já, eitthvað svona starf sem endurtekningar eitthvað þannig, að þá finnst mér alltaf gott að vera með eitthvað í eyrunum. Og ég hugsaði að tíminn á milli svona 1 og 4 leiðilegasti tíminn. Þannig að ég hugsaði annarkvort að vera með þetta á morgnana og vera þá þannig að þetta sé í bílnum, en mér finnst það ekkert endilega vera svona nægilega gott til þess að takast á við það sem að hérna gerast yfir daginn. Og eins og þið vitið náttúrulega, þá ég ekki fjölmiðill og ég vil svona meira vera að máta þetta við mínar eigin skoðanir, þannig að mér þykir þetta vera svona, já, ég veit þetta djók, en
það er fínt að svara þessu út af því að þetta er eitthvað sem að mér þykir allavega vera leiðilegasti tíminn, þannig ég ákvað bara, heyrðu, fuck it, ég bara seti þetta á, ég á nú ekki að vera að blóta, en ég seti þetta allavega á þessu tíma. En höldum áfram með akademíuna. Það er sem sagt, ég ætla að sýna ykkur, sko, ég ætla ekki að spila fyrir ykkur þetta, þið sjáu að það er pistill á Newsweek sem að mér þótti til þetta áhugaverðan og setið í samhengi við þetta réttrúnaðar mengi og það, sko, af hverju þetta hefur þróast eins og þetta hefur þróast. Og maður hefur vitað þetta lengi, þar sem að tvær múslimskar konur ræða í þessum pistli, en það fyrir þá sem eru bara að hlusta, þá stendur we know who's buying the US college campuses, the Senate must act. Og þetta sem sagt skoðanagrein inn á Newsweek og skrifuð af Anila Ali og Dalia Siada. Og þetta eru tvær múslimska konur sem að hafa sem sagt fengið líflátshótanir eða svona, ríkisbundnar líflátshótanir. Þetta er sem sagt fatwa sem er eitthvað sem að fyrir eitthvað sem að muni eftir Salman Rushdie málinu þá kringum 1980 þegar hann skrifaði satanísku versin eða satanísku sálmana held ég að heiti á íslenskri þýðingu, eða Satanic Verses, sem að var skáldsaga sem að gerði í raun ekki grín að islam, heldur var þetta byggt á því að islam væri svona, þetta var svona satíra sem hann gerði í rauninni grín að mjög mörgum trúarbrögðum, en að sjálfsögðu lásu engin svona sem að vildu koma Salman fyrir kattanef söguna, þannig að úr varð að hann þurfti að vera í felum og var að lokum stunginn margsinnis á sviði í Kanada, ef ég er að minna þetta rétt, og þurfti að ganga stunda aðgerð, misti auga en léti ekki lífið sem betur fer. Ég hitti Salman Rushdie þegar hann kom hingað til lands og fékk áritað eintak þar sem hann fyllti háskólabíó með mikilli pompa prakt og skrifaði bókina Hnífur þessa lífsreynslu sína, en hann varð fyrir svona fatwa eins og við sjáum og það er það sem þessar tvær múslimsku konur hafa einnig fengið fyrir það að tala gegn svona öfgastefnu sinnar eigin trúar, en það eru eins og ég segi, það eru frá Ameríku og Pakistan og hafa þurft að sæta miklum þvingunum fyrir það eitt að segja eitthvað gegn ofstækis fólki, eitthvað sem að maður kannast við í öðru samhengi. En það er sem sagt, stofnuðu samtök sem heitir Empower Muslim Women and Confront Extremism og þurfti að flýja Egyptaland, það er sem sagt hinn sem er ekki frá Pakistan, eftir að Hamas réðst inn í Ísrael og hefur örugglega þurft að sæta ýmsum ofsóknum út af því. En ástæðan fyrir því að mér langaði að lesa þetta og sko er út af því að þær eru að fjalla skólalífið í Bandaríkjunum og þær fjalla að Katar hafi verið að senda bandarískum háskólum mikið fjármagn, og ég hef séð svona graf þar sem að kemur fram að Katar hafi einmitt verið að fjármagna háskóla á Vesturlöndum í mjög miklu mæli og alveg sko ótrúlegar fjárupphæðir, og maður velti alveg fyrir sér hvað það nákvæmlega er sem að er svona hvað þeim hugnast að koma í staðinn fyrir það fjármagn. Og ég hef náttúrulega verið að fjalla réttrúnaðinn í háskólunum, en þannig eru þær að benda alltaf áhugaverða punkt sem að hefur að gera með það að þær telja sko að þetta fjármagn sé í rauninni að auka við mikið svona ofstækisöfl á ýmsum vettvöngum og grafa náttúrulega undan vestrænum lýðræðislegum gildum, og þær nefna að þetta Katar er náttúrulega eitthvað sem að styður við múslimska bræðralægið sem að mig minnir bannað í Sameinuðu arabísku furstadæmunum, Hamas og islamska byltingavörðin í Íran, og náttúrulega heimili Al Jazeera sem svona propaganda machine eins og þær nefna. Mér finnst Al Jazeera stundu koma ágætis efni, en aftur á móti sérstaklega eftir 2023, 7. október
hafa þeir alveg svona mist vitið. Mehdi Hassan einn svona kommentator sem að vinnur mikið þar og það alveg áhugavert að velta því fyrir sér sko hvaða fjármagn að koma inn í þessa háskóla og að á sama tíma hafi þeir bara í rauninni þeir bara eyðilagst að stórum hluta og þær fjalla í þessum góða pistli hvernig sko amerískir háskólar hafa grafið undan eins og þær nefna hérna moderate Muslims, reform-minded people who reject extremism are being pushed out of the conversation on their own campuses. Their voices are replaced by a script they never agreed to and don't recognize as their own. We both watched the goodwill between Muslims and Jewish students drain away. Students chant slogans about the conflict they cannot explain, shaped by talking points written by people with money and an agenda. One study found that campuses taking undisclosed foreign money had roughly twice as many efforts to silence scholars and higher rates of reported anti-Semitism. Og þetta ekki svona, ég veit ekki hvort út af því að sko ég veit ekki hvort að Katar hafi verið að borga Háskóla Íslands eða eitthvað, ég svona dreg það alveg í efa. En aftur á móti það velti ég fyrir mér sko það svona þau ofstækis, hvað var að kalla það? Ofstækisgreinar innan hugvísinda og félagsvísinda sem náttúrulega búið að grafa undan raunverulegum félagsvísindum og hugvísindum. Það var náttúrulega bara gert að verkum að akademíin í vestrænum löndum og háskólarnir þar hafa bara tekið stórkostlegum breytingum og það náttúrulega sérstaklega undanfarin 10 ár og það svona sama meiði og ég var að tala við Kolbeinn H. Stefánsson þar sem að bara skoðanar, kúunar, miðstöðar og útungunarstöðvar fyrir ofstækisfólks og í fyrstu sást þetta náttúrulega kennslustofunum sem síðan leiddi til þess að eitra útundar sér inn í það sem að ranglega að kalla náttúrulega rannsóknir því að við séum þessar rannsóknir því maður sér ofta þetta fólk sem að svona að tala fyrir einhverjum dellu sjónarmiðum sem að allir gera sér fyllilega grinn fyrir því að sé á ekki við nein rök að styðjast alltaf að segjast vera sko með rannsóknir sem að eru rosalega velgerðar sem að styðja við þeirra málstað þannig að ef að þú ert einhvern veginn með einhverjar athugasemdir við dellunni að þá ert þú náttúrulega sjálfkrafa að segja nei við vísindum og þetta alveg óþolandi leið til þess að takast á við málefnalega nágreining vísindalegu sannleikur eitthvað sem að hefur oft á tíðum verið ítt úr vör í þessum samræðum sem hefur ekkert að gera með akademískt frelsi eða annað en það sem sagt búið að grafa undan þessu og það sko ég hef sýnt ykkur myndband á það með Christopher Hitchens þar sem hann að tala um þetta að múslimar sem að eru í sko á einn veg að taka þá afstöðu að það megi ekki vera að gagnrýna á, það megi ekki vera að segja neitt við þá, það eigi bara að vera einhvern veginn að gefa eftir á öllum sviðum, eru einmitt þeir sem eru samt sem áður að senda honum líflátshótanir og svo í kjölfarið fara þeir fram á það að þegar einhver gagnrýnir islam eða talar islam eða gerir eitthvað sem að þeim óþóknanlegt að þá það sjálfkrafa eitthvað sem að þurfi að falla undir hatursorðaræðulöggjöf. Og eins og segi, við erum á öðruvísi stað með þetta en hins vegar þá getum við ekki annað en horfst í augu við það að við erum að sjá svona, lega mér að segja, leifar af þessu hérlendis sem að algjörlega óþolandi og hefur ekkert að gera með akademískt frelsi en hefur samt tekist að grafa undan því og til dæmis eins og með bara það að geta gagnrýnt trúarbrögð eitthvað sem að sko bara Evrópa, hvað langar að segja síðastliðin 500 ár, þurfti sko að útkljá með gífurlegum blóðsúthellingum. Það að segja að geta gagnrýnt trúarbrögð eitthvað sem að við í Evrópu gerum ráð fyrir því að við getum gert og eigum að geta gert ráð fyrir því. En hins vegar þá tekst það svolítið svona á við umburðarlyndið. Og þetta svona stanslausa umburðarlyndi gagnvart því að þú ekki gagnrýna trúarbrögð út af því og eins og Christopher Hitchens nefnir í sömu ræðu sem ég var að nefna in the West they pose as a cringing minority en hins vegar þá náttúrulega þetta stórkostleg olíuríki með mikinn auð og mikið bolmagn til þess einmitt að geta úthýst öllum öðrum sjónarmiðum sem að þeir náttúrulega gera eins og þegar að Íran stuttu áður en að það var ráðist þar inn á Bandaríkjamönnum sem ég ekkert að styðja hér
að það var tugþúsundir sem voru drepnir á svo verðist fyrir það eitt að mótmæla og það sem náttúrulega svo fyndi í þessu bara eins og með feminista hér á landi, ef þú getur ekki talað búrkuna eða hijabið sem kúgunartæki, þá hefur þú ekkert að segja það hvernig feminisma eða kvenréttindi eiga að vera. Jú, þú getur alveg sagt eitthvað svona feminisma út af því að hann svolítið náttúrulega orð sem er ekki til þess fallið að láta fólk taka það alvarlega, en að reyna að færa rök fyrir því að ekki eiga að gagnrýna hijab og ekki eiga að gagnrýna búrkuna í sama strengu og að þykjast berjast fyrir kvenréttindum, þá ert þú þetta bara að setja því í einhvern grín flokk og enginn á að taka þig alvarlega og enginn tekur þig alvarlega, réttilega. Þannig að það er mjög gott sko að við séum alveg að sjá það núna að þetta er ekkert fyrir hendi, það er enginn að taka fólk sem getur ekki gagnrýnt mjög íhaldsamt feðraveldi, raunverulegt feðraveldi innan til dæmis Íran eða öðrum löndum þar sem að þessar venjur eða siðavenjur eru. Það er enginn að taka þeim alvarlega. Þú veist, það hlustar enginn hérna á manneski sem já, búrkan og hijab, þetta nú eitthvað sem er ekki hægt að gagnrýna, en ég ætla að tala hérna vestræna hvíta karla sem eru að kúga og koma bara, þú veist, give me a break, hættu þessu. Þetta er algjör brandari. En eins og segi, það er allir farin að sjá í gegnum það, þannig að kannski svona, eins og Kanin segir, sko, beating a dead horse, maður svolítið að því, en mér finnst það samt ekki. Mér finnst alveg mikilvægt að þessum sjónarmiðum sé haldið á lofti. Iran International er heldur ekki áræðanlegur fréttamiðl Tóti. Nei, ég var ekki að segja það. Ég reynda veit ekki einu sinni hvaða miðla ef ég á að vera hreinskilinn. Iran International. Ég hef eitthvað séð frá þeim, en það er oftast bara í einhverjum svona, ef það er sami miðl og ég held þú sér að tala og þá er það í flest tilfellum eitthvað sem að ég held að sko ég hef hort á í samhengi við fréttatilkynningar frá klerkastjórninni, annars get ég ekki gerst svo hérna frakkur. Þetta var svona komment sem að Brynjar var að senda hérna inn, en ég get ekki gerst svo frakkur að segjast vera nægilega vel að mér í fjölmiðlamálum í Íran, en ég get alveg svona, já, ég trúi þér alveg að það sé ekki áreiðanlegur fréttamiðl, en hérna þetta er sem sagt til því áhugaverð grein út af því að það er miðillinn sem sagði að 50k hefði verið drepin í þessum mótmælum. Já, eins og segi, maður er búinn að heyra alls konar tölur á reiki. Ég veit ekkert hverjir eru hérna hafa rétt fyrir sér í því, en óháð því sko hver talan er, að þá er þetta það mikill viðbjóður fyrir það eitt að sko mótmæla að mér finnst það að vera algjörlega viðbjóðslegt. En hérna ég ætla að setja þessu samhengi við annað út af því að ég ætla aðeins að taka, og ég er oft búinn að tala þetta með ofstækið í háskólanum, út af því að og eins og ég nefni það nú aftur samt, að það sem hefur verið svo sérstakt í þessu er að ég skil ekki hvernig akademían er búin að láta berja sig niður í þetta svað. Það er að segja að akademisar sem að alla jafna háskólaprófessorar voru með svona hnarreist stétt sem að fólk tók alvarlega og voru svona mikilvægir á ýmsum sviðum. Af hverju þeir leyfðu þessu að gerast? Það er með hreinum ólíkindum að við séum komin á þann stað að akademían og sérstaklega félags- og hugvísindin séu komin á þann stað að fólk bara brosur út í annað þegar það heyrir að þú sért með slíka gráðu, og það er hræðilegt. Félagsvísindi og hugvísindi eru gríðarleg stoð í því hvernig vestrænum gildum hefur vegnað og hvernig við hugsum, en aftur á móti þá hafa þau ekki verið það undanfarin ár út af þessu sjálfskapavíti meðvirkningar sem ég var að tala áðan. Þannig að ég ætla að tala þetta sko í víðara samhengi. Þið sjáu hérna á grein í Morgunblaðinu sem að stendur hérna 100 eldri nemenda vísað frá, brotthvarf íslenskra nemenda úr námi á framhaldsskólastigi hefur staðið í stað og það sem af þessum áratug er nú hæsta innan Evrópu samkvæmt gögnum Eurostat eins og greint var frá í Morgunblaðinu í gær. Og hérna er sem sagt verið að tala um það að þetta er framhaldsskólastigið sem að fólki sem sagt að vera að lýsa því að
það sé sagt, í stærstu verknámsskólum landsins hefur verið vakin athygli á því á vandanum ítrekað og segja fjármagnsskort vera til verknáms og að það sé megin orsök þess að fólk getur ekki sótt sér verknám. Og það sem að maður getur alveg pælt í svona í þessum miðskilningi, ég reyndar fagna því að fólk sé að sækja sér meira verknám. Ég fagna því að fólk sé einmitt að sækja sér iðnmenntun. Það er reyndar núna eins og Heiðar Guðjónsson nefndi í þætti sem ég gaf út fyrir örskömmu að þá kom það fram að þeir sem eru svona í iðnaðarstörfum, allskyns og verktakar og fleiri, það er verið að segja þeim upp í gríðuverk og staðan er orðin svona varhugaverð, sérstaklega á byggingariðnaði. Og Heiðar einmitt gerði grín að því að þegar það var verið að segja upp einhverju bull deild eða sviði í Reykjavíkurborg, það er að segja mannréttindastofnun, og þá hafi 10 verið sagt upp vinnu og þá var bara RÚV mætt í beina útstendingu. Mér var stendið að freka fyndið að þegar að þetta gerðist að þá fór RÚV og ég held að það hafi verið 3 dagir röð sem fjölluðu nákvæmlega uppsagnir í byggingariðnaðinum. Þannig að þar sá við út af því að þessi klippa af Heiðari að setja út á mannréttindasvið og hvernig RÚV aðhafðist í þeim efnum þegar það verið að segja 30% upp í byggingariðnaðin greinilega hafði áhrif út af því að RÚV fór strax í það að reyna að spurja Gylfa hjá Jáverk og alla sem eru í þessu hvað væri einlega í gangi. En aftur að þessari grein, það er líka, og ég tel að það að fólk til með sé að sækja sér menntun og annan máta og sækjast kannski frekar í verkmenntun, fagnaðarefni út af fyrir sig, en áhyggjefni fyrir einmitt félagsvísindin og bóknám. Og út af því að þetta er náttúrulega þessi meðvirkni sem ég var að tala áðan, kemur náttúrulega á sama tíma og gervigreindin kemur inn. Og núna náttúrulega getum við ekki verið að taka gráðum fólks alvarlega sem að kemur úr ýmsum bókmenntagreinum út af því að það er bara hægt að nota gervigreind til þess að vinna vinnuna og við vitum að þetta er að gerast í gríð og erg og fólk þarf ekki að leggja jafn mikið á sig og það þurfti að gera áður sem að þýðir það að þeir eru komnir í þá stöðu að bara við erum ekki með jafn öflugt fólk sem að kemur úr félags- og hugvísindum. Og þá er ég að segja ekki jafn öflugt og það var áður og það er ekki bara út af því að það er búið að eyðileggja þessar stofnanir innanfrá, heldur líka út af því að gervigreindin gerir þeim kleift að leggja minna á sig og þá koma þau verri í stakk búin til þess að sinna hvers kyns vinnu sem að hentar því starfi. Og út frá þessu náminu, þið skiljið hvað ég menna. En ég tel þetta að vera stórkostlega vont að það núna er ég sjálfur með félagsvísindamenntun og ég nefndi áður að þegar maður var alltaf með að klára námið það var alltaf að vera að kvarta inn í kennaranum að hann sé með erfið próf og eitthvað þannig og þá var náttúrulega sjálfkrafa verið að gjaldfella þína menntun og ég var alltaf að segja hættið að kvarta yfir því að hlutinni séu erfiðir, sinniði bara náminu og þá eru færri sem að ná að komast í gegnum námið sem að þýðir það að þú verður verðmætari starfskraftur á þeim vettvangi sem að þú þarft að taka fyrir hendur en slík langtíma hugsun var oft á tíðum undir þessari skammtíma hugsun það að þú ætlar frekar að fara í vís og súsi sósíal og skemmta þér og klára námið þitt með minni bravör heldur en ellegar hefði gerst. En ég var með skrifa það var fleira, það var ég er að lesa núna upp á tölvunni sem gerir mér þetta miklu erfiðara út af því að eins og ég var að nefna við ykkur núna í byrjun að ég væri verið stakk búinn út af því ég er ekki með prompterinn minn en gervigreindin ég til samt aftur á móti bara að þetta verði jákvætt og ég ætla ekki að kvarta yfir þessu mér finnst þetta að vera stórkostlega jákvætt en það er bara skrítið að akademían skuli ekki gera þessi í brók alveg sama hvernig viðrar. En mér langar líka að setja í samhengi við einmitt iðnaðinn. Út af því að ég var einmitt að segja við ykkur að fleiri er að sækja sér iðnmenntun. Þrátt fyrir það að iðnmenntar að sé verið að segja þeim upp í gríð og erg að þá eru fleiri að sækja sér slíka menntun og ég tel það að vera frábært. Og núna samt sem áður erum við að horfa upp á það að það verður ákveðið svona bil á milli þess hverjir eru að sækja sér menntun og hvort það verður verkefni fyrir viðkomandi.
Í dag verkefnum að minnka en aðsókn að aukast. Þannig að einhverju tímapunkti mun þetta ná ákveðinu svona jafnvægi, en ég tel aftur á móti ef að byggingariðnaðurinn fyrir ekki að taka mið af því að hætta að vera svona meðvirku gagnvart regluverkinu sem að þarf náttúrulega að laga og náttúrulega hætta svona bullverkefnum eins og Bjarg og Blær sem að eru bara einhverja sértækt húsnæði fyrir sértök lán, fyrir sértækt fólk og sérstökum aðstæðum og bla. Alltaf verið svona að reyna að fínstilla samfélagið sko þegar að raunverulega einhver bara að reyna að byggja húsnæði og einhver að reyna að kaupa það. En þá kemur Reykjavíkurborg og segir nei, ég með sko rosalega góðar hugmyndir það nákvæmlega hvernig þetta að vera, hvaða hópar að fá hvaða fermetra og hvaða forsendum. Ef að þessu linnir ekki, að þá mun þetta bil sem komið núna milli framboðs og eftirspurnar aldrei ná sér. En ég vil tala annað sem hefur reyndar að gera að hlut til með svona samfélagslega þróun og ég rakst á grein sem að stendur að núna þetta sem þannig að það 18 ára aldurstakmark í útiklefa og svo stendur í gæsalöppum það hafa komið upp atvik og þetta á RÚV 18 ára aldurstakmark hefur verið sett í útilegum Sundlaug í Reykjavík þar sem ekki föst viðvera starfsfólks. Þetta gert til að tryggja öryggi barna í laugunum. Og það stendur af öryggisástæðum að börn ekki vera lengt fylgdarlaus og í útiklefa, Laugardalslaugar, Vesturbæjarlaugar og Sundhallar í Reykjavík. Útiklefar eru aðskildir frá öðrum búningsklefum í þessum laugum og þar hefur starfsfólk ekki viðveru. Og svo vitnað í forstöðumann markaðsmál og menningar og íþróttasviði Reykjavíkur. Þetta með engum hætti gert til þess að takmarka aðgang ungmenna að laugunum, heldur fyrst og fremst að tryggja öryggi þeirra og jákvæða upplifun þegar þau heimsækja laugarnar. Það ekki hægt að tryggja fasta viðveru starfsfólks í þessum útiklefum. 16 ára stúlka var áreitt kynferðislega í Sundhöllinni fyrir 2 árum og Vísir greindi frá því og það þessi grein þar sem að ung stelpa, ég held að hún hafi verið sem sko áreitt tvisvar, já það stendur áreitt í sturtuklefa Sundhallarinnar í tvígang, stendur þarna föl og hágrátandi. Auður Örlygsdóttir var 16 ára þegar hún lendir í því að fullorðinn maður gengur inn á hana nakta í útiklefa í Sundhöllar Reykjavíkur fyrir 2 árum. Og hún segir frá þessu sko. Stóð fyrir fram mig og starði á mig. Hún hafði ítrekað beðið hann að fara en maðurinn var ekki við því og hélt áfram að ógna henni. Hann byrjar bara að koma nær og allan tíman í hliðsjón. Þá byrjar hann að leika sér með kynfæri sín og þannig stanslaust að biðja hann að fara. Hann segir alltaf sorry en fer ekki. Svo ákveð ég að loka augunum í svona 1 sekúndu og þá hann kominn og fyrir framan mig. Hann brosti, hann stóð fyrir fram mig og starði á mig. Hann var alveg uppið mig, segir Auður. Allt í allt var maðurinn í klefanum í 5 mínútur og þeim tímapunkti var hann kominn fyrir framan Auði og verulega nálægt henni. Maðurinn yfirgaf loks klefan eftir ítrykkur hróp og köll. Auður lét á starfsmann laugarinnar og athugið þetta. Auður lét á starfsmann laugarinnar vita sem náði manninn sem var þá inni í klefanum ásamt barninu sínu. Sko, þetta ég ætla ekki að segja neitt til að draga ályktanir sko, en sko, hver fer með að áreita stelpur inn í og 16 ára stelpu inn í búningsklefa með barni sitt. Það galið. En þetta eitthvað sem að ég tel vera stórkostlega vont og ég tel líka sko vera stórkostlega vont núna og ég veit ekkert sko, örugglega ætti að leysa það kannski eins og ég segi núna að vera að setja þetta 18 ára aldurstakmark í útiklefum. Mér finnst það ætti að leysa það þá mögulega bara með því að vera með starfsmann eða vera með einhvern hnapp eða eitthvað þannig inni. En að við séum komin á þann stað samfélagslega að við erum farin að gefa eftir lífsgæði ungmenna til þess að takast á með einhverja þróun stjörnuruglað. Hvernig andskotanum erum við komin á þann stað að það sé verið að áreita ungar stelpur í búningsklefum og við segjum, já þá þurfum við bara að banna þeim að vera þar. Og veist, hvar Drífa Snædal? Hvar fólkið sem að svona alla jafna lætur sig kynferðisafbrot varða? Hvernig þetta meðvirknin sem við ætlum að sýna samfélagsþróun í þessa átt? Og það nefnt hana, það var komið atvik, þannig að það örugglega fleiri en eitt. Og maður bara velti fyrir sér bara, erum við í alvörunni að fara að banna ungmennum? Ég notaði útiklefa þegar ég var yngri, það var alveg sport.
erum við að fara að banna ungmennum að nota sturtuklefana út af því að það er verið að áreita fólk í þeim og við getum ekki gert neitt í því. Meðvirknin sko svo gengdarlaus að maður einhvern veginn nær ekki utan þetta. Og þetta það sem að sko Douglas Murray hefur skrifað þetta í bókunum sínum og þar segir hann einmitt að sko að Vesturlönd hafa horft á vandamál ýmis undanförnum árum sem eitthvað svona sem að þarf ekki að takast á við, heldur þurfum við svona útrýma aðstæðunum. Við þurfum einhvern veginn að aðlaga okkur að breyttum félagslegum aðstæðum. Og þetta á svo mörgum sviðum hér á landi og fólk gerir ekkert athugasemdir við til dæmis breyttar öryggisaðstæður niðri í bæ. Við gerum ekkert bara svona athugasemdir við það að við búum bara í mjög frábrugðnum heimi heldur en við gerðum fyrir ekkert svo löngu út af því að það þykir bara einhvern veginn ómaklegt að vera að tala það. Og það er svo fyndið líka í þessu og maður þarf ekki einu svona nefna það sem maður er að tala til þess að allir viti hvað þú ert að tala Ég eins og segi, það maður veit ekki alveg hvernig maður á að snúa sér í þessu en þessi meðvirkni og eins og maður er að sjá bara í Evrópu þar sem náttúrulega allt er að fara að snúast nákvæmlega þetta en meðvirknin er bara einhvern veginn svona passaðu bara að búa til félagslegar aðstæður þar sem þetta gerist ekki og það er að segja að þú ert ekki að fara að takast á við vandann heldur eftir að fara að passa upp á það að það er ekki möguleiki að vandinn geti komið upp út af því að þú bara bannar fólki að leita á þau svæði sem að þú telur að hafi verið eðlilegt áður fyrr. Ég bara, maður svona velti því fyrir sér bara svona, erum við gjörsamlega búin að týna okkur? Og þá velti maður líka fyrir sér sko, þetta er ekkert ólíkt því sem er búið að gerast í allri Evrópu. Þannig að einhverju leiti þá eigum við bara að búast við þessu. Við eigum bara eins og kemur fram í þessum í þessum pistli sko, 18 ára aldurstakmark út af því að það er verið að beita fólki áreiti en ég næðis ekki en ég ætla að minnast aðeins á samstarfsaðila mína sem eru Pólsen og náttúrulega ef þú ert að fara í bílrúðuskipti þá leitar það sjálfsögðu þannig það er vont að vera með stjörn í rúðunni þeir eru ótrúlega færir og ótrúlega fljótir þannig að kíkið endilega á þá Þorgrímsson sem að muna endingu þetta verður miklu flottara heldur en þetta er eins og ég mun að nefna við ykkur að þetta verður Þorgrímsson stúdíóið og ég var nú bara að flytja inn múblur rétt áður en að ég byrjaði að taka upp þannig að þetta verður orðið djöfull flott eftir ekki svo langan tíma síðan að bæjarins bestu pilsur sem eru náttúrulega bara standa alltaf fyrir sínu maður þarf ekki einu sinni að útskýra það alveg eins og með breyttar félagslegar aðstæður Alvörubón fiskhúsi.is ef þið viljið ferskasta fiskinn heitir pottar.is vantar heitan pott hjá Kristjáni Berg sem stendur alltaf fyrir sínu og svo er hrafnadalur.is ef að ykkur vantar harðfisk og að lokum ára kaldi sem að býður upp á allskins veigar sem að ég mæli með bara endilega kíkiði á alla þessa samstarfsaðila mína því að það er líka ástæðan fyrir því að ég geti haldið þessu úti og þið geti þá hlustað en aðeins þessa samfélagsmiðla út af því að þrátt fyrir það að ég sé ekki hlynntur því að takast á við vandamálið þannig að við þurfum að banna ungu fólki að fara í útiklefa í sundlaugum að þá er ég á móti því að þeir séu á samfélagsmiðlum og Inga Sæland hefur ákveðið núna að yngra og þetta er á frétt á RÚV takk fyrir að plugga þessu núna svona strax hlustendur geta einmitt fengið þetta og séð kjörin sem eru betri heldur en á kókaini hjá mér og það er að sjá í lýsingu bara eins og að banna börnum eiturlyf sko. Ég held að það sé ekki ófýsilegt að börn séu með þennan viðbjóð fyrir framan sig allan daginn foreldrar og þá er ég að tala sérstaklega vonda foreldra sem eru fyrir framan börnin sín í símanum og er ekki að segja að allir séu vondir sem eru fyrir framan síman sinn eru í símanum fyrir framan börnin sín en þú ert ömurlegt foreldri nákvæmlega á þeim tímapunkti og þess vegna ættir að skammast þín þegar að svo ber við
Þannig að ég held að það sé alveg frábært að Inga Sæland sé að fara þessa leið með hlutina. Erum við ekki bara öll komin á þann stað? Þú stendur hérna engum dott í hug varðar frumvarp til að verka lax eins og Stimpit og búið til þess að talaði við vinnin hann voru nýlega kynnt í samráðskátt sem var hérna díleriðin og látt hann búið til harðlax ég vil að held ég það verið gott ég held að það sé alveg að finna út í þetta á Vestfjörðum þannig að hann ætti að hafa aðgengi og ég bara spot on ég held að samfélagsmiðlar séu bara hræðilegur fyrir börn og þau geta verið inn á þeim og reyndar eiga þau eldri geta verið með síma en þetta svona hægfara þróun hér, þetta að gerast töluvert hraðar annars staðar, Ástralía held ég hafi verið riðið á vaðið, nú eru Danir komni líka og Norðurlöndin almennt eru að fara í þessa átt og ég held bara að verði stórkostlega jákvætt þegar að þessu linnir þessu samfélagsmiðla hryllingi en ég ætla að tala ESB hérna í lokin út af því að ég veit ekki hvort þið hlustuðuð á nú kemur double audio ég afsaka það ég eins og segi, ég var að fikta í köplunum rétt áður en ég byrjaði að taka upp þannig að ég skulle bara halda mig við mína mynd það er óþolandi að það sé eitthvað double audio en já, ég ætla að segja frá vikulókunum sem ég hlustaði sem Halldór Benjamin og Snæra Sindradóttir voru mætt saman og voru að fjalla Evrópumálin og það mjög sérstakt núna að núna snýst umræðum Evrópumálin það að þeir sem eru á móti þessu að þeir séu sjálfkrafa eitthvað svona forréttindafólk og það er grein sem ég ætla bara að lesa fyrir ykkur fyrst að kemur double audio á hinu Forréttindafólk sem segir nei og það Margrét Guðmundsdóttir sem skrifar þetta. Hjá flestum þjóðum eru ákveðinni forréttindahópar sem oft tengjast valdahöfum í þjóðfélaginu. Gegnum aldirnar hafa þessir hópar slegið skjaldborgum forréttindin sín og ekki vilja styðja ákvarðanir sem hrufla við þeim. Þannig vildu bændur á árum áður ekki að sjósókn yrði efld og fiskveiðar stundar vegna þess að þeir mistu ódýran starfskraft fyrir nýja atvinnugrein. Og svo fer hann að tala að skorti víðsýni hjá fólki sem ætlar að segja nei við ESB og þetta er líka svo fyndið að þegar rættur ESB í eiginlega öllum tilvikum og ég vona nú þú veist það eiginlega allir sem eru svona réttrúnaða meir í lífinu sem að hafa undantekningarlaust undanförnum árum hafa drátt fyrir sér eru einmitt svona jámein sem ég mjög ánægði með út af því að ég tel að þetta vera ófýsilegt en það byrjað að tala það að þetta með neyið í ágúst að í ágúst séu við ekkert að fara í kosningu út af því að þú ert vond manneskja ef að þú segir nei í þeirri kosningu og maður velti því fyrir sér við erum að fara í kosningar 29. ágúst þeir eru búin að vilja það þeir eru búin að krefast þess en nú er nei, það er ekki raunverulega kosningarnar út af því að þú skuldar samfélaginu sem þú ert í að segja já til þess að kíkja í pakkan og maður velti fyrir sér ég ætla bara að segja nei í ágúst ég tel þetta að vera óheilla skref að fara yfir höfuð í Evrópusambandi ég tel líka að vera óheilla skref að við séum byrjuð að aðlaga okkur að Evrópusambandinu áður en við myndum ganga þar inn þannig að ég ætla bara að segja nei en núna er það orðin forréttindablinda ég sá að vera ein manneskja sem að skrifa að það er forréttindablinda að ætla að segja nei út af því að þú og þessi Margrét skrifar hún fyrirverandi forstjóri Nú bregður svo við að hópur fólks sem klárlega eru fulltrúar forréttinda í samfélaginu geysast fram á vígvöllin, notar pólitískt vald og auð til að fá fólk að hafna því að fá að taka þátt í lýðræðislegri kosningu. Þetta er uppáhaldið mitt. Kosningarnar 29. ágúst eru ekki lýðræðislegar samkvæmt þeim sem ætla að segja já. Út af því að þú átt að segja já, svo að hinir fái lýðræðislegan vilja, þetta er svo galið. Fremstir í flokki eru fyrrverandi forseti lýðveldisins sem er á launaskrá ríkisins til æviloka og forstjóruskráður félags í Kaupöll, félag sem er í vísitölutryggðri eru með vísitölutryggðar tekjur vegna verðbólgu. Ég heldur þetta að út af því að núna er hún að vísa í Halldór Benjamin sem er hjá Heimum. Ég held að eignasafn Heima myndi örugglega aukast svona 20-25%. Ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið einfaldlega út af því að það myndi valda slíkum usla á fjármálamarkaði en ok,
Verið að leggja hart að einstaklingum að þeir hafni að fá upplýsingar hvernig framtíð þeirra gæti litið út innan ESB. Hafa ber hugfast að þeir sem tilheyra ekki forréttindahópi hafa aldir þurft að berjast fyrir sínu réttindum. Þess vegna mikilvægt að við segjum já. Þá fáum við kannski innsýn í hvers vegna litlu þjóðirnar innan ESB eru svona ánægðar með veru sinni í sambandinu. Þetta á jafnt við almenning og fyrirtæki. Að hafna samningi fyrirfram áður en að liggur á borðinu ekki mikil víðsýni. Og þetta svo mikið veisla að það sé bara einhvern veginn orðið þannig að kosningarnar 29. ágúst eru ólýðræðislegar. Þetta svona, það var einhver sem ég held að Bill Maher hafa sagt að við hann J.D. Vance var að forseta Bandaríkjanna að það þurfi að hverfa úr bandarísku stjórnmálum að either I win or you cheated og komið svona þannig bragur á hópinn að annarkvort vinna þeir eða við svindluðum sem okkur sem hugnast ekki að fara þann inn og þetta svo ótrúlega fyndin uppsetning að vera að ræða ESB í þessu samhengi út af því að þetta átti bara nei, við viljum bara sjá vilja þjóðarinnar og svo núna þegar það fer að nálgast þessa kosningu að þá fara að segja já, nei, þetta ekki lýðræðislega kosningin sem við vorum að tala hún ekki fyrir en eftir að þú ert búin að kjósa eins og ég vil að þú kjósir. Þannig að þetta ævintýralega skrítið en Þorgerður Katrín ætlar að koma hingað bráðum. Ég með í bígerð að fá hana sem að búið að samþykja og það verður spennandi. Ég eins og segi, ég ekki það staðfastur að ég segi bara no matter what eða ég sé að fara að kjósa nei. En aftur á móti að þá ég að fara að kjósa nei sem stendur og ég að fara að gefa út, núna fyrsti þáttur kemur út á föstudaginn Draghi-skýrsluna þar sem ég ætla að fara yfir þær vendingar sem eru búin að vera eiga sér stað í Evrópu, hvernig Evrópa hyggst ætla að takast á við það og sérstaklega skýrsluna. Ég mun einbeita mér eiginlega einvörðungu að þessari skýrslu út af því að hún grunn undirstaða þess að ég ætla að segja nei í ágúst. Það hvernig regluverkið hefur valdið ósamkeppnishæfni innan Evrópu langstærsta breytan að mínu mati og eitthvað sem að mér finnst að við ættum að hafa miklu meira hugfast þegar við förum inn í þessa kosningu. En eins og segi, kannski Þorgerður Katrín að fara að sannfæra mig eitthvað annað en ég mun allavega að gera þess að þætti Draghi-skýrsluna þar sem ég mun gera þessari skýrslu skil og já, hún verður að einhverju leyti blendin mínum tilfinningum gagnvart Evrópusambandinu í dag. En aftur á móti skýrslan þannig að þú þarft einhvern veginn ekkert að vera að ýkja það sem fram í henni kemur út af því að það svo mikið í gangi þar. Þannig að ég spenntur að gefa út fyrsta þáttinn á föstudaginn og þetta verður þannig að fyrsta þátturinn kemur út á föstudaginn og svo kemur þetta á svona vikulegum fresti út opinberlega en áskrifendur munu hafa aðgang að þessu á fyrstu núna frá föstudeginum á fyrstu svona 12 dögunum. Og til að gefa út þátt, þetta verða 8 þættir sem að koma út á 1 til 2 daga fresti núna á næstunni en þeir sem eru ekki áskrifendur á partus.is /1 pæling þurfa að bíða sem því nemur. En ég held að ég sé ekki með meir í dag. Þetta var þetta fór betur heldur en ég þorði að vona. Eins og segi, ég ætla náttúrulega, það var allt klárt þangað til að ég lendi í því að þurfa einhvern veginn að stúsast í snúrunum þegar að þær voru ekki að virka eins og ég vildi. En ég vona þið bara hafi notið þess að hlusta og ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir það sem að það gerðu, ykkur sem að það gerðust. En ég mun núna vera hér á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum í beinni. Og svo reyndar mun ég aðeins breyta því fyrirkomulagi eða það að segja að verða áskrifendur sem að hafa aðgengi að stærri hluta þessa beina streymis á undan öðrum og ég útskýri það nánar síðar. En ég verð á föstudaginn með viðmælanda í beinni útsendingu þannig að endilega stillið inn á það klukkan 1 þangað til hafið það stórkostlega gott og farið vel með ykkur og njótið lífsins. Takk fyrir að hlusta.